Takk fyrir og takk fyrir að koma aðeins inn og úr sólinni. Ég myndi óska þess að ég væri að fara að senda ykkur aftur út í sólina full af von og góðum fréttum og kærleika. Ég er ekki alveg, ég lofa engu. En ég ætla að nota þetta tækifæri til þess að tala þessa nýju stefnu sem að Evrópusambandið hefur samþykkt í málefnum flóttafólks og innflytjenda. Aðeins að reyna að setja hana í samhengi við svona breytingar og þróun í málaflokknum í Evrópu og víðar. Og svona greina einhvers smá þemu kannski í því sem er að gerast. Og svo í lokin að tala hvernig þetta mun síðan væntanlega ferðast til Íslands. Það byrja að tala aðeins tölulega samhengið í fólksflutningum og síðan bara aðeins að tala flóttamannarétt, hvað þessi hugtök sem ég mun síðan nota raunverulega merkja og fjalla síðan hlutverk Evrópusambandsins. Ég held að sé stundum aðeins svona vanmetið á Íslandi í þessum umræðum af því að við erum einhvern veginn ekki alveg beinir þáttakendur í því samstarfi en mikið af þessum reglum skiptir alveg svakalega miklu máli fyrir Ísland enga síður. Hér er ein mynd af þróun af fjölda fólks á flótta. Það aðeins lítið texti kannski á þessari glæru en þið getið örugglega giskað á bara þessa punkta, þessa toppa sem að teygja sig upp úr línuritinni gegnum söguna. Nýjasti toppurinn er auðvitað 2022 þar sem að fjöldaflótti frá Úkraínu, Venesúela og Afganistan skýrir allverulega þessar breytingar. Síðan förum við aftur í tímann og skoðum Sýrland, Venesúela og toppana í 2014, 2015, 2016 í rauninni vegna Sýrlands fyrst og fremst og svo aftur í tímann. Þannig að þetta er svolítið einkennandi, það gerist eitthvað og þá fer mikið af fólki á flótta og svo breytast hlutirnir og þá minnkar umfangið en það er enga síður alltaf mikið og vaxandi. Hvert fer allt þetta fólk? Þetta er mjög mikilvægt að minna sig á í Evrópu og sérstaklega norður í Evrópu að 75% af öllu þessu fólki fer til nágrannaríkja sem eru almennt fátækríki. Og þá er ég auðvitað ekki að eins og tala alltaf fólk sem er á flótta innan eigin heimaríkis. Síðan eru nokkur ríki sem að taka við, hafa tekið við mjög mikið af fólki og þar er núna á toppnum Íran og Tyrkland. Íran er að taka við aðalega risastórum hópum frá Afganistan og Tyrkland frá Sýrlandi fyrst og fremst. Og þessi talan lengst til hægri á glærunni breytist dálítið í gegnum þessar skýrslur frá Sameinuðu þjóðunum en núna er það talið 3 ríki sem rauninni standa á bakvið. Það er fólk með ríkisfang þaðan sem er lang fjölmennast í öllum þessum skara af fólki. Það er Sýrland, Afganistan og Úkraína. En það er ekki bara flóttafólk sem kemur við sögu. Á þessari mynd erum við ekki að skoða flóttafólk, heldur að skoða bara fólk á faraldsfæti, farendur. Það er ekki sérstaklega fallegt orð, en það er stundum notað. Og sjáum við í rauninni hlutfall innflytjenda eftir löndum og því dekkra sem að ríkið er, þeim er hærra hlutfall innflytjenda. Og það er hægt að spóla þessa mynd tilbaka og þá myndi hún líta aðeins öðruvísi út svona í litunum, til dæmis ekkert mjög langt síðan að Evrópa breyttist úr því að vera nettó
útflytjandi á fólki, það vera núna innflytjandi og heildarfjöldin sem á faraldsfæti hefur líka auðvitað aukist og þarna sjáið þið heildartölurnar sem svona áætlaðar það. Og mér finnst gott að hafa þessa mynd til að undirstrika að minnsta kosti 2 atriði. Í fyrsta lagi að fólksflutningar eru varanlegt ástand. Þetta ekki takmarkað við einhverja krísur, einhverja toppa í grafinu, eins og umræðan sérstaklega reglusetninguna gefur oft til kynna. Og í öðru lagi að fólksflutningar eru glóbalt fyrirbæri. Þetta ekki bara Evrópa eða bara Bandaríkin eða eitthvað slíkt, heldur fólk að flytja á milli landa víðast hvar. Svo snúum við okkur hægt og rólega að regluverkinu. Hvaða reglur það eru sem að stýra eða reyna að hafa áhrif á hvert fólk fer og hvernig og svo framvegis. Þarna ætla ég að nánast eingöngu að hugsa reglur flóttafólk. Þessari mynd ætlað, og ég held að það hafi tekist, að sýna svona ákveðið flækjustig. Reglur landamæri og hverjum hleypt í gegnum þau eru þetta svona nálægt kjarna bara þess að teljast þjóðríki. Það svona grunnhugmyndin að við höfum landsvæði og búum til línu í kringu það. Þannig að það svona innanlands stjórnmál sem að stýra því að verulegu leyti í grunninn, ég meina hvaða reglur gilda. En það hefur mjög margt áhrif á hvernig þessar reglur þróast. Í flóttamannasamhenginu þetta veruleyti til grunnurinn hugtaki flóttamaður sem þá innleitt nánast alls staðar með einhverjum hætti. En reglurnar ekkert alltaf eins þrátt fyrir það og framkvæmdin ekki heldur. Innanlands getur pólitíkin breyst. Hún breytist kannski þegar tölurnar breytast. Og hún breytist náttúrulega oftast kannski þegar afstaða almennings breytist, en það líka aðstæður sem að afstaða pólitíkurar breytist öðruvísi heldur en afstaða almennings. Þegar til dæmis litlir stjórnmálaflokkar fá mikið af sínum stefnumálum fram í einhverju samsteypustjórnum, eitthvað slíkt. Það getur haft áhrif á hvernig reglurnar líta út. Reglurnar hafa kannski áhrif á fjöldan sem kemur. Það eru líka breytingar sem verða á reglum í öðrum ríkjum sem byrja að hafa áhrif á þetta allt saman. Og hjá alþjóðastofnunum, hjá öðrum í alþjóðastjórnmálum, í geopólitíkinni. Þetta getur haft áhrif og líka það að eins og ég nefndi áðan, það var umræðan mjög oft fókusir á okkur krísur, okkur tímabundnar aðstæður sem eitthvað gerist. Hún þetta mikið rætt gríðarlega fjölda sem á flótta akkurat núna og þó að við vitum alveg að hverjar ástæðurnar eru. Það eru nokkur ríki sem við erum fyrst og fremst að tala þetta fjölda. Og ég ætla að leggja áherslu á það vegna þess að þessar tímabundnu aðstæður, þessar krísur leiða svo oft til einhverjar breytinga sem eiga að vera tímabundnar til þess að takast á við krísuna, en svo lýkur krísunni að aðstæðurnar breytast en reglurnar eru klístraðar. Reglurnar haldast og breytast þannig að verða að hluta af hinu varanlega regluverki. Og ég held sem þetta maður verða reyna að hafa einhvern veginn næstum í alla þessa þætti í huga til þess að reyna að skilja og ná utan hvernig þessi þróun að eiga sér stað eða gæti átt sér stað. En eins og sé þá það hefur margt áhrif á reglur flóttafólk, þá nú kannski grunnurinn nánast allstaðar þessi kjarnahugtök flóttamannaréttar. Rétturinn til þess að sækja hæli annars staðar, leita og njóta griðlands, verndaður í mannréttindayfirlýsingunni. Hann hins vegar ekki verndaður í stóru bindandi mannréttindasamningum. Það engin réttur til þess að sækja hæli sem flóttamaður í mannréttindasáttmála Evrópu sem hefur til dæmis þau áhrif að engin dómstóll dæmir þau réttindi eða hvort þau séu til að hvernig megi stjórna þeim. Skilgreiningin, það eru örugglega allir þeir sem hafa valið að koma hingað vita þetta, en ég ætla samt að segja að skilgreining flóttamanns í flóttamannasamningnum frá 1951
með þessi aðalatriði að þarna erum við að tala fólk sem að hefur ástæðuríkan ótta við að vera ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildarsettum félagsmálaflokkum eða stjórnmálaskoðana. Þannig að þetta þessi persónubundni ástæðuríki ótti við ofsóknir af tilteknum ástæðum. Ekki öllum ástæðum, heldur tilteknum ástæðum. Og í rauninni þetta svona tiltölulega þröngt hugtak, sko. Til viðbótar við þetta hugtak talað í flóttamannaréttinum meginregluna bann við endursendingum eða non-refoulement sem til dæmis lögfest í flóttamannasamningnum og gengur út á það að einfaldlega senda ekki fólk aftur í aðstæður þar sem að líf og frelsi ógnað. Sú regla ekki bara í flóttamannasamningnum, heldur í hluta af þjóðarétti, þar sé venjurétti í þjóðarétti og hefur orðið svona mjög virk í framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu í gegnum ákvæði bann pyndingum og ómannúðlega meðferð í þeim sáttmála. Þannig það mjög mikil framkvæmd frá Strassborg það hvenær megi senda fólk aftur í einhverjar aðstæður og hversu hættulega þær aðstæður mega vera. Þannig að þetta kannski svona alveg grundvallarreglan að þú sendir ekki fólk aftur í hættulegar aðstæður. Til viðbótar við þetta þrengra hugtak flóttamanns þá talað viðbótarvernd sem þá vernd sem aðeins rýmri sem annarkvort getur tengst persónubundnum aðstæðum umsækjanda sem þá ofsóknir kannski af einhverjum öðrum ástæðum en í flóttamannahugtakinu en það sem við erum oftast að tala eru svona almennt ástand í heimaríki sem þá það slæmt að það rétt að veita viðbótarvernd. Þetta sem ákvæði sem að íbúar Venesúela voru taldir falla undir hér á landi þangað til núna nýlega. Og það mikilvægt að greina þarna á milli til dæmis vegna þess að Evrópurétturinn leiðir til þess að það aðrar reglur sem gilda verndir samkvæmt viðbótarvernd lakari, þarna fær fólk oftast tímabundin dvalarleyfi, það eru minni tækifæri til fjölskyldusameininga og svo framvegis. Það svona lakari vernd sem hugsuð út frá því að þetta sé við að vernda fólk gagnvart einhverjum tímabundnum aðstæðum oftast. Það breytast og þess vegna réttast að gefa tímabundin leyfi og þá kannski hægt að senda fólk tilbaka. Svo síðast það sem enn annað hugtak sem þá fjöldaflótta. Og það svona ennþá almennari opnun á landamærum, ef maður vill hugsa það þannig. Þar sem að fólki frá tilteknum svæði veitt tímabundin vernd bara öll. Og þarna Úkraína eina dæmi þar sem að þessar reglur í Evrópu hafi verið virkjaðar og opnað fyrir alla sem að þaðan koma. Þannig að þetta svona alveg bara grundvallarhugtökin í þessu á þessu réttarsviði. Hvað þá Evrópusambandið að vilja inn í þessi mál? Í Evrópusambandinu þurfum við alltaf að hafa það í huga að þegar við segjum útlendingar, þá erum við oftast að segja, eigum við ekki kannski við útlendingar frá öðru Evrópuríki, heldur greinum við þarna á milli, EES-borgarar og síðan raunverulegir útlendingar, sem þá, við tölum sem borgarar þriðja ríkis. Sem orðalag sem ég svona að reyna að muna áður en ég byrjaði að læra lögfræði, fannst mér mjög skrítið að vera alltaf að tala þriðja mann og þriðja ríki og eitthvað svona þess að venjulegt fólk kannski talar ekki svona, ég veit ekki. En við tölum svona. Þarna erum við að tala ríki utan EES. Og hugmyndin að það sé hægt að greina þessa útlendinga í tvennt, fólk sem að flytur að eigin vali og fólk sem að flytur vegna þess að það hrakið frá heimalandi sín. Þetta hugmyndin, en það auðvitað ekki auðvelt að draga þessa línu. Frá almennu sjónarmiði, þá held ég að við mættum alveg segja að til dæmis einstaklingur sem að flýr sára fátækt í heimaríki sínu hafi ekkert sérstaklega margt að velja. En í regluverkinu væri slíkur einstaklingur þá almennt
flokkaður sem eitthvað sem væri að velja að flytja til Evrópu. Þróunin í ESB í þessum málefnum innflytjenda og flóttafólks hefur verið mjög áhugaverð. Það sem sagt upphaflega var náttúrulega ESB bara kol- og stálbandalag. Þetta efnahagslegt bandalag sem þróast svo smám saman út í það sem við þekkjum í dag. Og upphaflega hafa stofnanir Evrópusambandsins ekkert með innflytjendamál að gera og hugsanlega samvinna Evrópuríkjanna bara á grundvelli hefðbundins þjóðaréttar. Síðan á 10. áratugnum fer þetta svona smám saman að breytast. Það byrjar kannski í Maastricht sáttmálanum og þá búin til þessi þriðja stoð Evrópusambandsins, þar sem er fjallað innflytjendamál og fjallað löggæslumál, en alltaf með því fororði að þarna þurfi öll ríki að samþykkja. Þetta ekki svona þessi lagasetning á grundvelli innan Evrópusambandsins sem við erum að vinna með almennt, heldur bara meira eins og venjulegur þjóðaréttur. Þarna var það meiri breytingar 1999, þar sem að þessi mál tekin og færð undir fyrstu stoð, sjálft Evrópusambandið, og stofnanir ESB fá heimildir til þess að setja reglur, en það síðan svona temprað með því að gera kröfu einróma samþykki við slíkar reglur. Þannig að það ekki nóg að, hvert eitt ríki hefur þá neitunarvald. Og það síðan breytist. Og endanlega breytist það eiginlega 2009 með Lissabon-samningnum og þá það núgildandi sáttmáli störf sambandsins. Þá falla þessi mál bara undir almennar reglur reglusetningu og bæði ESB og aðildarríkin sjálf hafa ábyrgð á málaflokknum, en afgreiðsla reglna fer fram bara með hefðbundnum hætti. Og þetta þessi hreyfing hefur leitt af sér hinar ýmsu gerðir innan Evrópusambandsins flóttafólk. En þó að málaflokkurinn heiti innflytjendur og flóttafólk, þá það eiginlega þannig að allar reglunar sem hefur náðst að setja flóttafólk, en mjög lítið samræmingu venjulegan innflutning á fólki eða hvernig var orðað þegar einhver myndur segja löglegar leiðir til þess að flytja milli landa eða eitthvað slíkt. Það ekki að mikið að gerast. Reglurnar sem Evrópusambandið setur margs konar. Á þessum lista þekkir fólk örugglega að minnsta kosti eina gerð, og það Dublin 3, sem að Ísland er aðili að. En þarna í rauninni, ég veit ekki hvort ég getur ráðið þetta, bara heitum gerðana, að efst direktív sem fjallar það hverjir falla undir þessi hugtök. Það viðbótarverndin skilgreind og svo framvegis. Það direktív málsmeðferð, aðstæður við komu, þessa tímabundu vernd, og þetta direktífi sem var þá virkjað í tengslum við Úkraínu. Dublin-kerfið, þá þessa ábyrgð fyrsta komuríkis sem við þekkjum svo vel. Sem gildir hér á landi í rauninni, sem kemum að koma því aftur, ekki í gegnum EES-samningin, heldur sem í gegnum Schengen, eða sem svona hefðbundinn þjóðaréttur, og svipað með Eurodac, sem fingrafara gagnagrunnur Evrópusambandsins, sem við erum líka með aðkoma að. Og síðast fjölskyldusameiningar. Þannig að þið sjáu að þetta mjög margþættar reglur, taka á mismunandi hlut, og þær finnst mér, frekar flóknar. Meðal annars vegna þess að skipta málefnunum í mjög marga mismunandi flokka, skipta fólki í marga flokka, og svo alls konar undanþágur og heimildir ríkja til þess að innleiða með einhverjum mismunandi hætti sumar hluti en aðra ekki. Þannig að það verulegt flækjustig. Og svo ef maður ætla að læra þessar reglur rosalega vel núna, þá myndi ég væntanlega segja að tekur ég ekki, það allar að fara að breytast. Þannig að ég ætla ekki mjög mikið að vera skoða eitthvað svona einstakar reglur einstaka atriði. Ég ætla að reyna frekar að skoða eitthvað aðeins stærri mynd. Og hvaða svona stóru hreyfingar þessu, hvaða stóru þemu þetta
greina í hvernig þessar reglur hafa þróast og hvers vegna þær hafa þróast með þeim hætti sem gert hefur. Efst á listanum þá að eitt stærsta sjónarmið á að vera, það kannski, mannúðarsjónarmið og þá framfylgd flóttamannaréttar í góðri trú, að bara vera að tryggja þessi réttindi sem að fjalla í upphafi. Það megin sjónarmið þarna, þó að manni finnst stundum að setja djúpt á því svona í framkvæmd, en þetta þarna efst. Það sem meira rætt og áherslan svolítið á kannski meira á takmarkanir á þessum réttindum. Það geta verið með ýmsum hætti. Þannig bara að hugsa það, hvernig koma Evrópuríki í veg fyrir það að taka við fleira flóttafólki. Það hægt að gera til dæmis með því að koma í veg fyrir að fólkið koma á staðinn yfir höfuð. Það hægt að gera það með því að vísa til þess að fólk hafi vernd annars staðar í öðrum ríkjum. Það auðvitað grunnurinn af Dyflinnarkerfinu, en eins og ég mun fjallum á eftir það svona stækka yfir í hugmyndin örugg þriðju ríki. Og síðan ef að fólki kemst til landsins þá hægt að reyna að koma í veg fyrir að komi inn fyrir landamærin. Þannig að þetta svona takmarkanir sem hægt að setja reglur Síðan hægt að búa til hvata, sem þá hvatar til þess að koma í veg fyrir að koma til þessa tiltekna Evrópuríkis eða Evrópur yfir höfuð. Þar við þetta oft hér á landi að ræða þessa pull factors, hvað það sem að innan gæsalappa heillar við að koma akkurat til Íslands, hvort það sé að búa til öfuga hvata, það að segja með því að til dæmis fella niður þjónustu, takmarka atvinnuleyfi, þrengja fjölskyldusameiningu og almennt bara þrengja aðstæðum þeirra sem sækjum alþjóðlega vernd. Og síðan það hvata til þess að fara, og það þá fyrst og fremst að borga peninga, borga fólki fyrir að fara annað. Þannig þetta allt svona atriði sem við sjáum í þessari reglusetningu og svona verið að útfæra með mismunandi hætti og svo núna svolítið verið að útfæra þetta á Evrópuvísu. Það skiptir náttúrulega líka mjög miklu máli að greina hvernig svona geopólitíkin hefur áhrif á þetta. Hvernig var tekið á málum varðandi Úkraínu, hvernig tekið á málum Venesúela. Og svo hvernig einstök ríki utan Evrópu hafa náð að skapa sér stöðu gagnvart Evrópusambandinu og Evrópuríkjum í gegnum þessi fólksflutningsmál. Og einföldu dæmin eru samningar sem að Evrópusambandið eða einstök ríki hafa gert til dæmis við Tyrkland og við Marokkó, það sem að Tyrkland og Marokkó hafi sem tekist að ná einhverju fram á sínum hagsmunamálum gegn því að basically stöðva flóttafólk á sínu landsvæði. Í umfjöllun Evrópu og flóttafólk þá fer maður fljótt að tala aðstæðurnar 2015-16, þessa krísu sem að þá varð. Allir getur örugglega kallað fram margar hræðilegar myndir sem að maður sá á aðstæðum þar. Og áhrifin á reglusetningu af þessum aðstæðum eru ennþá mjög greinileg. Svona það voru ýmsir hlutir sem gerðust á þessu tímabili sem að við erum að sjá aftur núna í öðrum búningi og svo eitthvað sem var reynt en mistókst. Dæmi þá til dæmis hotspot nálgun að búa til í rauninni bara búðir á einhverjum tilteknum stöðum eins og þetta voru grísku eyjarnar sem að við höfum Lesbos og hvað heita. Og annars sem var reynt en tókst ekki nema litlu leyti voru eins og flutningar innan svæðisins, að flytja fólk frá þessum ystu ríki, þessum ystu landamærum Evrópusambandsins og lengra inn á svæðið. Það gerðist að einhverju leyti en önnur ríki síðan stóðu algjörlega gegn þeirri þróun. Og þetta hefur gengið bæði í þessari krísu eftir hana og einhverju leyti fyrir hana svona verulega brösulega, myndi ég segja, hjá Evrópusambandinu.
Þetta auðvitað erfið mál til úrlausnar, síbreytileg og flókin, en Evrópusambandið hefur eiginlega hitt fyrir mjög margþættan vanda. Maður reyna að greina hann, þá er þetta bent á í fyrsta lagi að það hefur verið innleiðingavandi, að sum ríki hafa bara einfaldlega ekki innleitt allar innan þessar gerðir eða innleittar með röngum hætti eða eitthvað slíkt. Þetta samstöðuvanda. Samstæða það talað solidarity í Evrópusambandinu, og það sem fyrst og fremst átt við með solidarity að ríki norðar og vestar í álfunni eigi að taka við meiri byrðum frá Ítalíu, Grikklandi, Möltu, þessum ystu landamæraríkjum. Það að taka við, oftast þá bara með því að taka við fólki. Og meðan þau nyrðri ríkin náttúrulega standa gegn því og vilja halda í Dublin fyrirkomulagi eins og það hefur verið. Í þessari 2015-16 krísu þá var stigið þetta skref að mæla fyrir skyldu til þess að flytja fólk lengra á norður, en nokkur ríki, sérstaklega Tékkland, Ungverjaland og Pólland, neituðu að taka þátt í því. Og það var þetta brot á Evrópurétti, en það var þannig. Þannig að þetta hefur verið vandamál. Svo ákveðið vandamál sem tengist breytileika. Að Evrópusambandið setur einhverjar skilgreiningar í sínar reglur, og í svona fræðilega þá á ekki að skipta neinu máli hvort þú ferð að sækja vernd á Íslandi eða í Danmörku eða í Grikklandi eða hvar sem er. En framkvæmdin mjög mismunandi. Bæði sem framkvæmdin á þessum sameiginlegu skilgreiningum, og þar með eina bara góða svona lýsandi tölfræði að árið 2015 maður skoðar umsóknir frá Afganistan, þá sem sagt var 74% af þessum umfótum af Afganistan umsóknum var samþykktar í Svíþjóð, en í Danmörku var hlutfallið 38%. Nákvæmlega sömu skilgreiningar, sömu ríki, nokkurn veginn sömu samskonar umsóknir og svona mikill breytileiki á milli bara þessara nágranna þjóða. Og það sem varandi samþykktar hlutfallið og svona skilgreiningarnar, en líka bara aðstæður umsækjenda, málsmeðferðar, réttindi og svo framvegis eru breytileiki á milli ríkja. Svo hefur framkvæmdin sem slík bara verið erfið, sérstaklega hjá þessum ríkjum sem eru við ytri landamæri. Hljómar sumt mjög vel að veita fólki hin ýmsu málsmeðferðar, réttindi og tryggja hvert og eitt mál fái einstaklingsbundna skoðun og svo framvegis, en svo bara hrynur þetta þegar á reynir. Og síðasti punkturinn svona ákveðin vandi sem tengist svona einhverjum trúverðugleika og svona staðfestu, að sem sagt Evrópusambandið hefur verið að gera ákveðna tilraunir með það að búa til verklag innan svæðisins sem að tryggja ákveðin réttindi, en á sama tíma vera í samstarfi við ríki utan svæðisins aðgerðir sem að í verstu tilvikum bara beinlínis brjóta gegn réttindum fólks. Og í rauninni með því að útvista, externalisera landamæravörslunni til ríkja utan sambandsins. Ok, svo ætla ég að draga þetta saman með því að tala þetta nýja samkomulag og hvernig þessi stóru þemu finnst mér að það birtast verulega leyti í því. Þetta er búið að vera lengi í þróun og hefur verið samt að Evrópuþinginu og eftir að fara síðasta ránd í gegnum ráðið, en virðist vera allir gangi út frá því að það bara muni gerast núna í snemmsumars. Það er verið að breyta ýmsum reglugerðum, eiginlega verið að taka þýrefti úr notkun og setja reglugerðir í staðinn svona í grunninn, sem að aftur ég ætla ekki að fara onni í svona smáatriðum, heldur frekar svona benda ykkur á stærstu punktana og það sem hefur kannski verið mest talað. Evrópusambandið sjálft lýsir tilgangi þessa pakka með því að segja að þetta séu 4 stoðir að tryggja
ytri landamærin með forskoðun eða skimun á landamærunum, tryggja skilvirka og hraða meðferð, byggja upp kerfi sem byggir á samstöðu og ábyrgð og eiga í góðu samstarfi við þriðju ríki. Og ég ætlaði nú frekar að segja ykkur frá það sem að Evrópusambandið sjálft segir þetta, þá ætla ég aðeins að segja ykkur frá svona kannski aðeins meiri gagnrýni röddum á þetta þennan pakka allan saman. Það er svona síðasta sem ég geri í dag. Það var mikið reynt að ná samstöðu samstöðu í þessu ferli, að ná fram meira árangri í að dreifa ábyrgðinni frá þessum ystu landamæraríkjum. Og það tókst bara með mjög takmörkuðum hætti. Niðurstaðan er stundum kennd við sveigjanlega samstöðu. Gengur raun út á það að fyrsta viðkomuríki hefur ennþá ábyrgð á þeim umsóknum sem þangað koma. Bara ekki, það er engar grundvallarbreytingar á Dublin fyrirkomulaginu. En ástæðan fyrir það er einhver samstæða þarna, aukin samstæða, er að ríki norðar í álfunni geta valið að leggja meira, þeir þurfa að leggja meira til málana en geta valið hvernig þau gera það. Þau geta annarkvort tekið við fólki eða þau geta borgað peninga. Og peningarnir geta nýst til þess að kosta endursendingar á fólki, til að byggja upp meiri getu í þessum fyrstu viðkomuríkjum eða til þess að eiga í samstarfi við ríki utan Evrópusambandsins taka á einhverjum málum. Þannig að þetta er sveigjanlegt vegna þess að þetta er val sem að ríki hafa. Þannig að þetta er eitt af svona stóru punktunum í því sem var samið um. Næsti stóru punktur er fundur forskoðun mála á landamærum. Það er sem sagt, ég fer alltaf að hugsa myndina The Terminal með Tom Hanks. Það sem er einhvern veginn þessi hugmynd sem á sér enga stoð í lögfræði í grunninn, sko, að þegar maður er á flugvellinum þá sé maður ekki komin inn í landið. En það er svolítið verið að vinna með það. Að það sé verið að búa til búðir eða úrræði á eða við landamærin. Það sem að fólk bíður. Kemur til landsins bíður þá á að gerast á 7 dögum. Þetta komu að þá að fólk að fara í þessa frumskoðun á málinu, það sem að fer í heilsucheck, það er búið kennsla á það og framkvæmt einhvers konar öryggismat og síðan flokkað, sent réttan farveg. Þar getur verið sem sagt að fara í venjulega bara hælismeðferð eða að fara beint í frávísun frá landinu eða fara í sérstaka málsmeðferð á landamærum. Þú ferð aldrei neitt lengra inn í landið. Og þess vegna er þetta, við talaðum að þetta sé svona verið að stofnanavæða og bara gera varanlega úrræði þessa hotspot nálgun þessar grísku eyjar frá 2015-16. Að þarna er gert ráð fyrir að þessi meðferð taki þetta hámarki 12 vikur í þessum úrræðum og til dæmis þegar viðkomandi hefur talað að veita rangar upplýsingar eða þegar umsókn telst tilhæfulaus og það eru mælikvarðar það að það séu aðalega byggða á sem ríkisfangi. Þegar þú kemur frá ríki þar sem er fáir sem fá vernd frá þessu ríki, þá lendur bara í þessari meðferð og fær svona skemmri skýring á þína umsókn. Og þetta sem sagt hefur verið gagnrýnt mjög mikið, en þetta er að fara bara í gegn, sko. Það hefur verið bent á af mannréttindasamtökum og af fræðafólki á þessu sviði að þarna sé mikil hætta á alls konar réttindabrotum, þarna er gert ráð fyrir frelsissviptingu, verulega takmörkuð svona málsmeðferðarréttindi, það hefur verið bent á þessi hætta á skort á ýmsum þjónustu, heilbrigðisþjónustu og slíkt, erfitt í þessari skemmri skýrn að bera kennsl réttilega á viðkvæma hópa, nema bara kannski þá sem að sést alveg utan á. Og kannski það var svona opið bréf, 200
akademikara í Evrópu sem að lagði aðaláherslu á það að reynslan af þessu, sérstaklega eftir krísuna 2015-16, hafi bara verið mjög slæm. Af því að tímafrestirnir hafi aldrei staðist, aðstæðurnar hafi versnað, ekki færra fólk sem kom. Þannig að það svona vandséð að mati þessara fólks allavega hvaða markmiðum sé verið að ná. Síðan þetta þessi forskoðun og síðan það þessi raunverulega útvistun á landamærunum sem þá að færa landamærin lengra frá sjálfum landamærunum með því að vísa fólki beint frá ef það hefur haft viðkomu í öruggu þriðja ríki. Það svona Global Dublin kerfi. Og aðildarríki fá talsvert svigrúm við að skilgreina sjálft hvaða ríki teljist sá örugt. Það hefur verið talað til dæmis að Túnis væri væntanlega skilgreint sem örugt ríki, þó að við höfum líka séð mjög svona til dæmis hrikalega fréttir af allavega afmörkuðum tilvikum þar sem að flóttafólki í Túnis hefur lent í mjög slæmum aðstæðum. Og þarna undir fellur líka alls konar samstarf við þriðju ríki þar sem að Evrópusambandið að gera samninga og borga peninga til ríkja fyrir að halda fólki frá Evrópu. Þetta hafa verið svona mjög gróf dæmi þetta nú síðustu áratugi eða svo, þar sem að raunverulega til dæmis landhelgisgæslan í Líbíu hefur verið að draga báta tilbaka. Einhverjar öryggisveitir í Túnis hafa verið að stoppa flóttafólk bara hreinlega með að skjóta á það, og þetta allt svona fjármagnað af Evrópusambandinu. Og þarna aftur líka stjórnvöld í þessum ríkjum, oft þetta náttúrulega ríki með mjög slök stjórnvöld, jafnvel ekki lýðræðislega leiðtoga, sem þá að fá þessa valideringu, fjármagn og leverage gagnvart Evrópu með þessum hætti. En auðvitað getur maður líka vonað að þetta séu meira svona dæmi til þess að varast, og nú sé ætlunin að gera þetta betur og byggja upp eitthvað kapasitet í þessum ríkjum til að gera hlutina almennilega, og vonandi bara verður það leiðin. Svo sérreglur um neyðaraðstæður eða krísur, það sem slakað á málsmeðferðarreglunum, slakað á Dublin, endursendingum og fleira, og gert ráð fyrir í fyrsta skipti í regluverkinu því sem kallað instrumentalization. Það eiginlega fyrst og fremst átt við aðstæðurnar á landamærunum við Belarus 2021, þar sem var talið að stjórnvöld í Belarus hafi bara sent 8.000 manns í áttina að Evrópu, og svona þá kæft eiginlega hæliskerfin þarna í Lettlandi, Litháen og Póllandi á þeim tíma. Og þetta þá að bregðast sérstaklega við slíkum aðstæðum. Og þetta hefur líka verið gagnrýnt hvort veginn aðalega út frá því að það sé óljóst bara hvenær þessar aðstæður geti átt við, og við getum lent í þeirri stöðu að allt í einu verði bara konstant krísa og alltaf þessar undantekningarreglur verði bara að normin. Þetta sérstaklega hvernig kemst þetta svo til Íslands? Þessar gerðir verða sem sagt ekki hluti af EES-samningnum. Þannig að Ísland ekki skuldbundið til þess að taka þetta upp í gegnum það, en verulegir hlutar af þessu verða skuldbindandi í gegnum Schengen, og ég var búinn að skrifa einhverja punkta á þessu glæru, og síðan fann ég bara þessa umfjöllun í frumvarpi sem liggur núna fyrir Alþingi, að nákvæmlega hvernig íslensk stjórnvöld horfa á þetta, að það gert ráð fyrir því að þetta landamæraskimunar reglugerðin, hún verði virk hér á landi, og nýja Dublinar reglugerðin sem mun ekki heita Dublin, og þessi hlutar af þessari krísu reglugerð, þetta komi allt inn til okkar í gegnum Schengen og Dublinar samstarfið. Og síðan segir dómsmálaráðuneytið í rauninni að, sem samtíð þetta frumvarp, að það sé mikilvægt að Ísland taki mið af öllum reglum við lagamótun á þessu sviði,
og öðrum kosti hættu að Ísland verði eftir bátur annarra Evrópuríkja þegar kemur að lagaumgjörð varðandi útlendingamál og mál varða umsóknir um alþjóðlega vernd. Þannig að ég held að það sé alveg ljóst hvert þetta stefnir að íslenskar reglur það eru væntanlega stefnt á því að gera þær að öllu leyti bara í samræmi við þessar nýju gerðir sem eru að koma. Þarna ætla ég bara að stoppa við umræður og hugleiðingar svoleiðis. Já, kærar þakkir.